Næstan á stokk vil ég bjóða borgarstjórann okkur höfumbróða. Hann mættur með blómvönd. Gjörðu svo vel, Dagur B. Eggertsson. Hæ. Heyrið í mér eða eigum við að grípa til hljóðnema? Stefán kemur með hljóðnemann. Komið sæl og til hamingju með þessa ráðstefnu og þessa mikilvægu umræðu og gaman að sjá hvað vel mætt. Við erum hér, ég ásamt formanni aðgengisnefndar borgarinnar, fyrst og fremst til að þakka ykkur fyrir frumkvæðið og eljuna í gegnum árin að vinna að aðgengi fyrir alla. Það eru þetta alþjóðlegur dagur aðgengis á morgun og þess vegna kom svo hugmynd upp hjá borginni vegna þess að við ræðum þessa hluti oft út frá vandamálunum sem mjög eðlilegt en að væri löngu orðið tímabært að verðlauna þá sem gera vel í þessum málaflokki og taka upp árlega aðgengisviðurkenningu Reykjavíkurborgar. Og við viljum fá að þakka fyrir að mega nota þetta tækifæri til þess að afhenda hana í fyrsta sinn. Magnús og aðgengisnefndin eru auðvitað á fullu að vinna og þar njótum við aðkomu fulltrúa hagsmunasamtaka og við gætum ekki unnið þessa vinnu án þess. Við erum þar bæði að horfa á aðgengi auðvitað okkar byggingum en erum í raun búin að víkka svolítið út sjóndeildarhringinn og erum farin að ræða meira og meira aðgengi í breiðum skilningi. Og það varð til þess að það var settur niður stýrihópur sem að móta heildstæða aðgengisstefnu fyrir borgina. Og þá ekki gerður þessi kannski gamaldags greinarmunur á skyldum okkar sem borgar gagnvart opinberum byggingum í eigu borgarinnar heldur aðgengi í miklu víðtækari skilningi. Og aðgengisviðurkenningin lýtur eiginlega sömu lögmálum. Það er margt að gerast og margir að nota tækni á nýjan hátt til þess að gera áhugaverða hluti. Viðurkenningin sem núna veitt í fyrsta sinn á bæði að vekja athygli á mikilvægi góðs aðgengis en líka því sem vel gert. Valnefndin var skipuð fulltrúum tilnefndum af ferlinefnd, starfsmanni mannréttindaskrifstofu, formanni mannréttindaráðs og formanni ferlinefndar og hún komst að einróma niðurstöðu sem var sú að Blindrafélagið hljóti aðgengisviðurkenningu Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017 og gefum því gott klapp. Mig langar aðeins að deila með ykkur rökstuðningi valnefndar. Þar segir, Blindrafélagið var stofnað fyrir tæpum 78 árum, 19. ágúst 1939. Mörg af brýnustu hagsmunamálum blindra hafa náðst fram að frumkvæði félagsins og þar má nefna Hljóðbókasafn Íslands, Sjónstöð Íslands og þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda. Auk áherslu á bætt aðgengi bæði innan og utan dyra hefur Blindrafélagið undanfarin ár lagt áherslu á bætt netaðgengi og að vefsíður séu aðgengilega blindum og sjónskertu fólki. Auk þess áttu félagið frumkvæði að smíði nýs íslensks talgervils sem gervirödd sem les texta. Blindrafélagið og forsvarsmenn félagsins hafa árabil verið ötulir talsmenn mannréttinda og bætts aðgengis. Blindrafélagið því vel að viðurkenningunni komið enda leiðarljós þess að bæta hag og aðstæður fólks og allir geta notið sín. Ég vil biðja Sigþór Unnstein Hallfreðsson, formann Blindrafélagsins, að koma hér upp og taka við aðgengisviðurkenningu Reykjavíkurborgar 2017 til hamingju. Við erum með svona hefðbundna viðurkenningu í ramma, en erum líka með hana sjálfsögðu á blindraletri. Og hún reyndar mun fallegri þannig.
Og svo er hér blómvöndur líka. Til hamingju. Einar ljósmyndari stöðvaði mig í andirinn og leiðninga inn og sagði: þegar þú ert þarna uppi, þá gerurðu bara nákvæmlega eins og ég segi.